Komiði sæl og velkomin á kynningu á fyrsta ársfjórðungi síldarvinnslunnar fyrir árið 2025. Ég ætla semst að fara hérna yfir það helsta á starfseminni og svo í gegnum reikninga og ætla að enda þetta á smá hugvekju veiðigjöld. Nú, fjórðungurinn var sérstakur að því leyti að við bundum mikla vonir við loðnuvertíð sem að brást, en síðan þegar leið á kom lítill kvóti og menn náðu að reikna loðnustofninn með mörgum aukastöðum, en við fengum að veiða að lokum 3.000 tonn sem við tókum á móti hér í frystihúsið. Það var lítið veitt af vertíðinni, en að sama skapi þá gekk vel að frysta það til manneldis og við erum að horfa á hæstu verð sem við höfum séð á loðnuafurðum hingað til. En eins og ég segi, það voru þetta væntingar í stærri vertíð og það olli okkur vonbrigðum, en þessi fáu tonn skiluðu okkur miklu verðmætum. Nú, kolmunaveiðarnar sem við stólað oft fyrir hluta árs í janúar, það voru svona aðeins hægari, veðrið voru erfiðari og gekk hægar að veiða á fjórðungnum. Fórum reynda niður á Rokkall þegar leið á marsmánuð, eða kom fram í mars og gekk ágætlega. Blængur frystitogaraunga fiskaði vel og þar erum við að sjá verð bara í sögulegu hámarki og mjög góð, gengur vel að selja. Ísfiskararnir fiskuðu með ágætum. Og hafi kannski aðeins meira verið haft til veiðinni bæði þorski og ýsu. Nú, vinnslan okkar í Grindavík hefur verið í gangi allt tímabilið og svona mestu án raskana vegna eldsumbrota. Vissulega álag á fólki, það að keyra lengri veg til vinnu, býr ekki í Grindavík, en hefur gengið ótrúlega vel starfsemin og staðið sér vel. Nú, hlutdeildarfélag okkar aftur Kviss. Þar að sjá batamerki í eldisþættinum og framleiðsluaukningu, en að sama skapi þá bara eins og í sjávarútvegi oft og fiskeldi og öllu sem við þekkjum, að þá hafa verið sveiflur í verðum og verð hafa lækkað mikið það sem af árið, sem hefur komið fram í versnandi afkomu á fjórðungnum og þar töluvert tap. Nú, ef við bregðum okkur bara í lykiltölunar sem að við vorum með $82,6 milljónir á fjórðungnum í staðinn fyrir 81,4 árið áður. EBITDA 22,2 milljónir á móti 19,2, EBITDA prósentan 26,8 sem alveg þokkalegt að miða við samsetningu og magn þess afla sem við unnum. Nú, hagnaðurinn 7,3 milljónir og en var 11,3 á sama tímabili fyrir það. Það má helst rekja til neikvæðra afkomu hlutdeildarfélaga eins og þið sjáðu eftir. Við veiddum minna en á sama tíma fyrir 36.000 tonn í staðinn fyrir 42.000 tonn 2024. Við erum að sama skapi með 19.600 tonna afurðum í staðinn fyrir 20.000 tonn. Eignir samstæðunar 1.046 milljónir, eiginfjárhlutfall 62% og handbært fé nemur 79,5, en var 101,8 í upphafi árs, í lok síðasta árs. Netto vaxtaberandi skuldadeild með EBITDA hlutfall 1,91. Meðalgengi tímabilsins var 138,4 á dollara. Nú, ef við bregðum okkur strax í bara aflan á fjórðungnum, þá veiddu uppsjávarskipin 31.400 tonn, 25.600 í staðinn fyrir 31.400 árið áður. Og það náttúrulega fyrst og þess kolmunni, síðan kom það þessi 1.580 tonna loðnuveiði inn sem að barði tók. Og við unnum hér í frystihúsinu nánast 99% í gegnum manneldisvinnsluna og skilaði mjög góðum verðum. Og uppistaðan selt í dag. Nú, ef við skoðum aðeins stöðu aflaheimilda, sem hollt að gera alltaf á tímamótum, hvar við erum stödda með að sama tímabili fyrra, þá norsk-íslenska síldin bara með svipuðu móti, við erum það með 12.400 tonna, meira af það sem við reiknum með í útgefnum afla, en það ekki búið að gefa út norsk-íslenska síld og makríl. Makrílinn 15.500 tonn sem svipað á sama tími fyrra. Kolmuninn, við erum líka þar á svipuðu staðu fyrra, en það erum við svo sem að stýra veiðum og vinnslu ár frá ári út frá vertíðum og stilla okkur af. Nú, síldin íslenska, þar erum við með 2.200 tonn í geymslu, en vorum með 680 fyrra, það erum með 1.500 tonnum meira, en við bindum einhverja voni við það að aukist síldarkvótinn og bíðum spennt eftir kvótaráðgjöf í næsta mánuði. Nú, vinnslan hjá okkur, bræðslurnar
fiskimjölsverksmiðjan hafa verið með 42.000 tonn og það fór allt í gegnum Neskaupstað, var ekki tekið á móti neinu á Seyðisfirði. Nú í staðinn fyrir 56.000 tonn árið áður, móttaka uppsjávarfrystinga 3.150 tonn á móti 1.700 tonnum árið áður og við framleiðum 15.900 tonn afurðum á móti 17.500 árið áður. Nú ef við förum aðeins í bolfiskinn á fjórðungnum þá fiskuðu bolfiskskipin okkar 10.500 tonn og það kannski rétt að taka það fram að þetta ekki neginn prentvilla að línuskipin fiskuðu 3.327 tonn í fyrra en fiskuðu 3.362 tonn núna, þannig að þetta mjög svipað. Þannig að þetta svona, bolfiskurinn svona meira minni sveiflur bolfiskmegin hjá okkur. Blængur með 1900 tonn og ísfisk togararnir 5.200 tæp. Þannig að við veiðum aðeins minna þorski á tímabilinu en á sama tíma fyrra, 4.300 á móti 4.800. Ísuveiðin aðeins meiri, 100 tonnum meiri, en öðru leyti þetta aðrar tegundir eru 800 tonn á móti 1500, þannig að það svona aðeins innbyrðis sveiflur á tegundum. Nú, ef við skoðum stöðu aflaheimild í þorski við þessi tímamót, þá þorsk eftirstóra 4.100 tonn á móti 4.700 fyrra. Ísan 3.360 á móti 2.600, það meiri ísa, minni þorskur. Ufsinn svipaður og við eigum 300 tonnum meira gullkarfa, þannig að það svona bara svipustað á aflaheimildum þetta jafna sig upp. Nú vinslunar hjá okkur, eins og ég segði, vinslan í Grindavík hefur verið í gangi all tímabilið með smá stoppum í kringum gosið, en ekkert alvarlegt. Nú, þar tókum við í frystihúsum tókum við á móti 2.200 tonnum og það kannski erfitt að miða við árið í fyrra en það var allt stoppað þessum tíma út af gosi og eldsumbrottum en árið 2023 þá vorum við í fullum gangi en þá unnum við 3.150 tonn aðeins meira. Það fara fólk í vinnslunni núna og aflasamsetningu önnur, við erum að vinna smærri fisk. Nú saltfiskvinnslan hjá okkur tók á móti 2.300 tonnum í Grindavík. Þar sjáum við að hann svona best í samanburði að skoða 2023 tölunar í þessum magntölum, þá vorum við með 1300 tonn þorski, núna 1900 tonn tæp. Við erum að vinna stærri fiskinn, togarafiskinn í salt núna sem við vorum að vinna í frystihúsinu 2023. Nú við framleiðum 3.800 tonn afurðum á móti 2.700 tonnum í fyrra og 4.300 tonnum 2023. Nú ef við förum bara í reikningin fyrir fjórðunginn þá veltum við 82,6 milljónir dollara og kostnaður 60,4 milljónir dollara, EBITDA 22,1, rekstrarafskriftir 4,5 og rekstrarhagnaður 17,6. Fjármálatekjur fjármagnsgjöld neikvæð 1,3 og áhrifsrekstri hlutdeildarfélaga eru neikvæð 5,9 milljónir dollara. Þarna vegur eiginlega fyrst og fremst að ræða 5,8 milljóna reikna tap vegna hlutdeildar okkar í tapi Arctic Fish fiskeldisins okkar sem við erum hluthafar í. Nú hagnaður fyrir skattar hefur þannig 10,4 milljónir dollara og tekjuskattur, reiknaður tekjuskattur 3 milljónir dollara og hagnaður tímabilsins 7,3 milljónir dollara tæpar. Á móti 11,3 milljónir dollara árið áður, það eru 4 milljónir dollara lagri samdráttur í hagnaði samanburði sama tímabili í fyrra og það eins og þið sjáu kannski að það má Nú ef við skoðum hagnaðarbrúna og sjáum þá hvað þessi breytileg gera á hagnaðinum, þá erum við að sjá að hagnaður fyrsta ársfjórðung 2023 er 11,2. EBITDA hagnaður tímabilsins hækkar 3 milljónir dollara tæpar, afskriftir aukast, lækka 164 dollara, fjármagnsliðir eru hagstæðir 747.000 dollara, hlutdeildarfélög eru lakari 7,5 milljónir dollara og tekjuskattur hækkar 470.000 dollara, þannig hagnaður tímabilsins 7,3 milljónir dollara. Nú ef við skoðum starfsþáttayfirlitið þá útgerðin með 37,6 milljónir dollara í tekjur og rekstrarhagnað 9,6 milljónir dollara. Landvinnslan með 59,9, tæpa 60 milljónir dollara í tekjur og rekstrarhagnað fyrir afskriftir 14,4 milljónir dollara. Annað með tekjur upp á 11 milljónir dollara og rekstrarhagnað tap fyrir afskriftir 1,7 milljónir dollara.
og þar vegur inn í annað erum við með fóðurverksmiðjuna Laxá sem við eigum 67% í og Píteas og Cabo Norte sölufélag á Spáni. Þau vega þingstæðin. Nú eigin afli er $21,6 milljónir og jöfnunarfærslu 4,3. Þannig nema tekjur samstæðunar $83,6 milljónir og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir $22,1 milljónir. Afskriftir nema $4,5 milljónir, fjármálatekjur og fjármálagjöld neikvæð 1,3, áhrifarekstri hlutdeildarfélaga neikvæð 5,9 og tekjuskattur neikvæður $3 milljónir. Þannig er hagnaður tímabilsins 7,3. Nú EBITDA brúum við vorum með $19,2 milljónir í EBITDA á þessu tímabili 2024. Nú er útgerðin betri 1,9 eða tæpa $2 milljónir. Landvinnslan er betri $1 milljón. Annað er lakara $106.000. Þannig er EBITDA fjórðungsins $22,2 milljónir tæpar. Nú ef við förum í efnahagina þá eru efnislegar eignir fiskveiðiheimildir bókfærðar á $496,7 milljónir. Ég sé að þær breytast $13,6 milljónir að hækka. Þetta er fyrst og fremst vegna þýðingamunar, breytingar þar sem að dótturfélög okkar Vísir og Bergur Huginn eru bókfærð í öðrum gjaldmiðlum en dollar og þá myndast þýðingamunur sem hækkar gildi fiskveiðiheimilda innan samstæðu. Nú varanlegir rekstrarfjármunir $233,5 milljónir, fjárfestingar eignarhlutur í hlutdeildarfélögum $132,1 milljónir og þar vegur náttúrulega langt þyngst eins og áður Arctic Fish fiskeldi á Vestfjörðum ásamt Polar Pelagic, uppsjávarfyrirtækin okkar á Grænlandi. Þannig að fjárfestingar eru $134,4 milljónir og fastafjármunir samtals nema þannig $864,7 milljónir. Og ef við skoðum veltufjármuni þá erum við með veltufjármuni upp á $181,8 milljónir. Þannig eru eignir samtals $1.046 milljónir. Nú eigið fé í samstæðunni er $648,6 milljónir en var áramót 643. Það hækkar $5,5 milljónir. Þrátt fyrir að sé búið að greiða út arð á tímabilinu þá kemur þarna inn líka þýðingamunur vegna mismunandi gjaldmiðla innan samstæðunnar. Nú langtímaskuldir eru $165,6 milljónir. Þarna lækka skuldir við lánastofnanir úr 247 niður í 61,5 og þetta helgast auðvitað af því að við erum með $164 milljónir af okkar langtímaskuldum í afborgun á næsta ári, það er að segja innan ársins og við erum í viðræðum við lánastofnanir endurfjármögnun á því máli og munum ljúka því fyrir lok árs. Nú skammtímaskuldir eru $232,2 milljónir, hann eru skuldir samtals $397,8 og eiginfjárskuldir $1.046 milljónir. En þarna eins og ég sagði áðan það eru auðvitað næsta árs afborgun langtímaskulda stóra talan þar er þessar 164 milljónir sem við erum með í endurfjármögnunarferli og erum í viðræðum við bankastofnanir það, lánastofnanir okkar. Nú sjóðstreymið, handbært fé upphafi tímabils var $101,7 milljónir, veltufé þá rekstri nam 22,1, greiddi vextir og skattar 6,2 milljónir, rekstrartengdar eignir og skuldir taka til sín $13,6 milljónir. Fjárfestingarhefingar eru $333.000 og fjármögnunarhefingar eru taka til sín $51,5 milljónir og þarna er fyrst og fremst að að ræða afborganir á langtímalánum, greiddu niður lán á tímabilinu upp á $35 milljónir og síðan útgreiðsla á arði, þannig að það er greitt út 51, þannig að handbært fé í lok tímabils er $79,5 milljónir. Nú, ég hef alltaf haft það fyrir vana að reyna að fara svona aðeins í stöðu og horfur á mörkuðum og byggi það náttúrulega á mati okkar
markaðsfólks og nú erum við náttúrulega með ferskar upplýsingar, nýkomin að sjávarútvegssýningu í Barcelona þar sem að við hittum alla okkar stærstu viðskiptavini og menn taka svona stöðuna á mörkuðum, ástandi á mismunandi löndum og hitta sína viðskiptavini og þegar kemur að makríl þá eru menn frekar bjartsýnir fyrir komandi vertíð. Það er ekki mikið að byrjum í markaðnum og það er töluverð eftirspurn og það er bara töluverð væntingar hjá markaðnum og menn vonast til að verðmun eitthvað styrkjast og markaðir svona líta vel út þar. Sama er með síldina. Það hefur gengið vel að selja síldarafurðir. Við eigum eitthvað smá í byrjun en það gengur vel að selja það. Og það þyngdist náttúrulega aðeins þegar Norðmenn og Færeyingar kom inn en hefur verið að rakna á því aftur. Og við erum náttúrulega bíðum spennt eftir kvótaaukning, kvóta úthlutun í íslensku síldinni, hvort það verður aukning þar. En það hefur verið bara gott ástand á íslensku síldinni síðustu ára og það hefur verið að aukast mjög manneldisvinnslan á henni og það er náttúrulega líka hluta til þetta eini síldarstofninn sem er með MSC-vottun og gengur þá meira inn á ákveðna markaði. Þannig að þarna er ágætis útlit. Nú loðnan, það gekk vel eins og ég sagði áðan að selja loðnuna á vertíðinni og það var náttúrulega mjög lítið framleitt á þessari vertíð. Við til dæmis framleitum ekki nema 3150 tonn sem var sennilega langmest sem á framleitt. Við vorum langstærstir í framleiðslu og það hefur gengið vel að selja og það er töluverð eftirvænting eftir komandi vertíð. Við svona iðnaðinum vonumst til þess að það er unglónumælingar sem eru til grundvallar stofninum fyrir næstu vertíð skila okkur einhverjum kvóta. Við þorum ekki að segja orðið neitt, spá neitt stóru í því en ég held að sé full ástæða til bjartsýni. Við höfum allavega ágætis unglónumælingar til að styðjast við fyrir komandi vertíð. Mjöl- og lýsismarkaðir, það er náttúrulega búið að vera mjög góð eftirspurn á árinu og það hafa haldist verð þar stöðugt þráttur að veiðin hafi verið að aukast mjög í Suður-Ameríku þá á svona sérstak og það er að koma töluvert mjöl inn að Evrópu þaðan en það hefur samt gengið vel að selja og gott útlit þar. Bolfiskur þar náttúrulega sem fyrr kvótasamdráttur í Barentshafi er gríðarlega mikill og það er mikil eftirspurn á öllum helstu mörkuðum fyrir hvítfisk okkar þorskafurðir og sjófrystifiskurinn hefur verið að fara mjög háum verðum. Það má verið að segja við sem að sjá nýmeti verðum á þorsk- og ýsuafurðum inn á Bretlandi í hverju löndum. Og sama má segja Asíumarka, grálu og karfa. Það hafa verið svona ágætis sölur þangað og gengið vel. Og sama má segja frystihúsin. Saltfiskmarkaðirnir hafa verið mjög sterkir og ef eitthvað er vant að fiskinn á þessa markaði og sama með fiskmarkaði fyrir þorsk og ýsu. Þannig að við getum ekki kvarta mikið yfir mörkuðum í athuguðu augnabliki en auðvitað eru heimsmálin hverful þessa dagana og það er auðvitað eins og við vitum, það er mikil óvissa í stöðu heimsmála og það getur auðvitað breyst mjög hratt. Ég meina tollastríð í Bandaríkjunum, þessi tollamál í Bandaríkjunum geta alveg þó svo að við séum alltaf að horfa á það hvað við erum að flytja inn til Bandaríkjanna og hvernig þetta hittir einhverja vöru sem við erum að flytja inn til Bandaríkjanna inn á Ameríku. Það má ekki gleyma því að önnur lönd sem er að framleiða fiskmeti, hvort sem það er eldismeti eða veiða, vera að lenda í tollum inn á Ameríku. Við höfum líka áhyggjur af því að sá markaður geti leitað þá inn á Evrópu, inn á okkur helstu markaði annar staðar. Þannig að það er svona ómögulegt að spá fyrir hvaða hringrás getur farið í gang á mörkuðunum. Þannig að þessi mynd getur breyst mjög hratt og Úkraína náttúrulega enn sem fyrir og ég held ég sé alltaf með þennan punkt inni að það er auðvitað stríð í gangi þar en það hefur gengið vel að selja þangað inn og í rauninni ótrúlega vel og þeir þannig að manni finnst það svona alltaf jafn aðdáunarvert hvernig hlutirnir ganga fyrir sig þar að með að það sé stríð í gangi. Nú eins og við hefum komið fram, sala og afhending afurða gengur vel og erum við þetta fullum gangi alla daga að vera að selja fiskinn frá okkur og við erum að skipa út og svo framvegis. Við erum að sjá kannski frystigeymsluna við hefum ekki séð hana svona neðarlega í byrjum í mörg ár eins og hún er núna, sem er jákvætt. Og kolmunnaveiði núna í apríl-maí gekk ótrúlega vel. Það hefur ekki gengið svona vel að ná kolmunnanum í langan tíma. Vissulega vorum við fyrir áfalli með beitin, hann misti lungaða vertíðinni þar sem kom upp bilir í
stýrisbúnaði og hann var í slipp. En hinum skipunum gekk mjög vel. Og nú erum við bara byrjuð undirbúning fyrir komandi makrílvertíð sem við stefnum að hefja vinnslu á makríl í byrjun júlí eins og undanfarin ár. Við bíðum eftir ráðgjöf Hafró sem kemur í byrjun júní og verður spennandi. Nú, það þetta umhugsunarefni að við erum að brenna olíu í verksmiðjunum okkar og nota olíu mikið þar sem hefur verið skortur á rafmagni og síðan það einfaldlega þannig að menn hafa komið málum þannig fyrir að það hefur búið að hækka raforkuverð það mikið að raforkan töluvert kostnaðarsamari en olían. Og þetta mjög sérstakt staðan í orkumálum hjá okkur af því að það búið að vera borðleggjandi ef við fylgjumst með vatnsstöðu uppistöðulóna Landsvirkjunar, hvort sem það Hálslón hérna rétt hjá okkur eða Blöndulón og svo erum við að sjá að Þórisvötn að vaxa mjög hratt. Að það allar líkur á því að þess Blöndulón og Hálslón muni vera á yfirfalli töluverðan tíma í sumar sem þýðir þá að það óbeisluð orka sem rennur til sjávar á sama tíma og við erum að flytja inn olíu og nota hana til framleiðslu á fiskimjöl og lýsi. Nú, það boðuð hækkun veiðigjalda sem mun snerta íslenskan sjávarútveg gríðarlega mikið og síldarvinnslan fer ekkert varhluta af því. Og ég ætla að fara aðeins betur yfir það á eftir. Nú, á þessum fundum þegar við förum í Q1 þá höfum við reynt að, síðan félagið var skráð á markað, þá höfum við reynt að birta afkomuspá. Sumir segja að það sem erfitt að birta afkomuspá í sjávarútvegi, sveiflur séu miklar og margt sem geti breyst. En við kusum þá að birta svokallaða EBITDA-spá sem þetta þá, við erum að áætla EBITDA ársins 2025 í bilinu 78 til 84 milljónir dollara sem svo sem bara svipað árið í fyrra. Við erum með forsendur inn í þessu, við erum að reikna með aflaheimildir verið svipaðar og frá fyrra ári. Við erum að reikna með stöðuleika okkar helstu mörkuðum og afurð að vera haldið stöðug. Og við erum náttúrulega líka að binda vonir við það að atburði í Grindavík sé lokið og það verður ekki frekari truflun á vinnslu þar. Auðvitað alltaf þessir óvissu þættir með fiskistofna, makrílinn, mun hann mæta, mun hann ekki mæta. Það bara eitthvað sem við búum við í sjávarútvegi, sveiflur fiskistofna og í náttúrunni. Nú viðskiptahindranir, hvað eitthvað nýtt sem gæti komið inn á okkar helstu markaðssvæði þar, ófriður í heiminum eins og ég sagði áðan, getur hann einhvers staðar spilað inn í, orkuverð í hvaða átt stefnir það, hækkanir á aðföngum og þannig að þetta er svona það helsta sem við erum að velta fyrir okkur þegar við erum að gera þessa afkomuspá sem getur komið og þetta gengi gjaldmiðla hefur mikið að segja líka afkomu félagsins. Þannig að við setjum þessa spá fram en auðvitað í ljósi umræðu stjórnmálamanna og ráðamanna þjóðarinnar þegar kynntu veiðigjöld nýverið, stórhækkuð veiðigjöld. Og það sem er sérstakt í þeirra tilkynningu að þau segja að við getum tvöfaldað veiðigjöld og það skiptir engu máli. Það bara business as usual í sjávarútvegi. Þetta nefnilega ofboðslega mikill misskilningur þegar fólk talar ofurhagnað og það ekki segja að tvöfalda hagnað og mælikvarðinn sem þetta fólk sem stuðst við EBITDA sem ekki mælikvarði á arðsemi eða ávöxtun. Í fjárfrekum atvinnurekstri eins og sjávarútvegi það sem gríðarlega mikil fjárbinding og fjárfesting í skipum, vinnslum og búnaði, þá EBITDA mælikvarði sem mælir ekkert tekur ekki á afskriftum fjármagnskostnaði eða fjárbindingu eða fjárþörf í svona fjárfrekum iðnaði. Þetta eiga ráðamenn að vita, allavega að kynna sér að tjá sig með þessum hætti. Hérna mynd sem sýnir eigið fé og arðsemi síldarvinnslunnar frá 2015 til 2024. Og vissulega höfum við séð mikla arðsemi árinu 2015, við höfum líka séð lítið eigið fé, mun minna eigið fé einnig, eigið fé hefur vaxið. Hvar þetta eigið fé?
Mér finnst sumir tala eins og eigið fé sé bara fullar af bankabækur af peningum. Nei, eigið fé er sá hagnaður sem hefur verið í rekstrinum undanfarin ár. Eigendur hafa tekið þá ákvörðun að endurnýja skip og búnað og fjárfesta í nýrri vinnslutækni og aukinni verðmætasköpun. Og það hefur aukið, við fjárfestum ekkert í nýju skipi með lánsfé. Við þurfum í sjávarútvegi og til þess að hafa lánsfé og reka fyrirtækins okkar, þá þarf einfaldlega að nota töluvert eigið fé í fjárfestingar. En vissulega er eigið fé bundið fjármagn í skipum. Ég veit ekki hverjir hefur viljað eiga 25 miljardar bundna eða 500 miljardar sem ég segja íslenski uppsjávarriðnaðurinn kostar á lónuverdi í vetur. Vissulega mikið eigið fé en það var ekki að skila miklu, allt dautt af öllum verksmiðjum. Þannig að fólk þarf að skilja það að eigið fé er ekki bara peningar á bankabók, þetta er bundið í skipum og búnaði og þetta er gríðarlega fjárfrek grein. Síðan er það að sjá rauðöluna, það er mikil arðsemi 2015. En síðan hefur hún farið hratt niður og 2024 er arðsemi eigið fjár 6,9%, sem er langt undir því sem undir meðal arðsemi í atvinnulífinu almennt. Þannig að þegar fólk talar ofurhagnað þá er þetta að sé bara gæti töluvert misskilnings á þekkingu á því hvað er hagnaður og hvað rekstur fyrirtækja snýst þegar það bindur sig við framlegð fyrir allan kostnað á allir í fjárfestingunni. Nú, síðan ef við sjáum eigið fé, af hverju hefur arðsemi farið svona mikið niður eigið féð upp? Er hugsanlegt að við höfum verið að nota gömul skip 2015 sem voru komin langt niður í afskrift og hafa verið komið fjárfestingaþörf. Við urðum einfaldlega að endurnýja skipastóla þegar við erum komið gömul skip, en það er ekki þar til þess að halda áfram þessari verðmætasköpun og aukana. En fjárfestingin, þetta er langtíma fjárfesting og miklu fjármunir, en eins og sést á arðseminni að þá er þetta einfaldlega ekki að skila meiri ávöxtun en þetta og kannski væri nú kannski frekar að stjórnvöld vera að velta fyrir sér af hverju er sjávarútvegurinn búið þannig umhverfi hann skili ekki meiri arðsemi á við aðra atvinnustarfsemi. Nema það sé stefna stjórnvalda að binda arðsemi eigið fjár í íslensku atvinnulífi innan við 6%, eins og allt stefnir í með þeim veiðigjöldum sem nú hefur verið að leggja á. Nú, ef við skoðum síðasta ár, þá var arðsemin á eigið fjár Síldarvinnslunnar 6,9%. Ef við skoðum ávöxtun á markaðsvirði, af því að félagið var skráð á markað, sem var jákvætt skref fyrir Síldarvinnsluna, það var jákvætt skref fyrir íslenskan sjávarútveg. Það var gríðarlega jákvætt að fá þann áhuga og fá nýja fjárfestin í félagið. En ávöxtun á markaðsvirði síðasta ári var undir væntingu, það var 3,5%. Og þetta er auðvitað langt undir ávöxtun og kjörum áhættulausum bankainnistæðum. Þannig ég hef allavega þá trú að það sé skynsamlegast fyrir íslenskan sjávarútveg hans er rekinn með sambærilegum hætti og aðrar atvinnugreinar á Íslandi. En við séum ekki með ofur skattlagningu og inngrip í afkomu greinarinn eins og nú er verið að eiga sér stað. Nú spyrja menn sig hvernig kemur koma veiðigjöldum í Síldarvinnsluna. Nú, hér er ég með mynd sem að Síldarvinnslan er samstæða sem samanstendur af Síldarvinnslunni móðurfélaginu, Vísir sem er með bolfiskvinnslu og veiðar og Berg í Huginn í Vestmannaeyjum sem er með 2 skip í veiðum. Þetta er allt hlutað samstæðinni. Þegar við vorum búin að skoða þessi félög og sáum hversu veiðigjöldin höfðu slæm áhrif á rekstur Vísis, Bergs Hugins, að þá ákváðum við að taka þetta saman sem eina samstæðu. Og til að vera ekki að flækja málið, þá erum við með hagnað ársins 2024 sem er nota bene, hann er þátt í yfir 40% niður frá 2023 sem að menn horfa dálítið til. Nema stjórnvöld virðast ekki hafa áttað sig á því að hagnaður væri að fara skreppa svona mikið saman. En hagnað ársins er 44 milljónir. Nú, þegar er búið að taka tillit til hækkun veiðigjalda, þá fer hagnaðurinn í 33 milljónir dollara. Veiðigjöld sem hlutfall rekstrarafkomu eru 14,1% 2024. Með breytingum stjórnvalda er þetta 26,6%. Nú, ef við tökum breyting á veiði með 24, ef við tökum sem breyting á veiði og kolefnisgjaldi 2025,
og tillögur stjórnvalda, þá fer hagnaðurinn niður í 33 milljónir dollara, niður 11 milljónir dollara. Þetta auðvitað gríðarlega miklir fjármunir. Þegar við horfum til þessa prósentuna, þá veiðigjöld sem hlutfall af rekstrarafkomum komið í 32,2%. Ef við skoðum veiðigjöld, kolefnisgjöld og tekjuskatt af rekstrarafkomu félagsins, þá fer það úr 35% í 51,6%. En svo tala margir það að menn vilji meira. Og ég held þetta sé orðið svona dálítið varhugaverð umræða. Og ef við skoðum hvað þetta þýðir, af því að fjármálaráðherra og atvinnuráðherra fullyrtu það þegar kynntur ráðherra, þetta skiptir engu máli. En þetta skiptir þó því máli að arðsemi eigið fjár fer úr 6,9% niður í 5,1%. Hlutfall hagnaðar af markaðsverði fer úr 3,5% í 2,6%. Þannig að ég bara skal viðurkenna það að mér finnst svona fjármálalæsi þessar fólks ekki gott og ég hef áhyggjur af því hvaða afleiðingar þetta hefur á íslenskan sjávarútveg. Það er líka búið að greina það þó svo að síldarvinnslan standi vel enda eiginfjárstaðan sterk. Það hefur verið stefna eigenda félagsins að hafa félagið sterkt, vitandi það að í sjávarútveg skiptast á skín og skúri, við eigum góðar og við eigum slæmar. Við þurfum að hafa bolmagn til þess að fjárfesta endurnýja félagið. Það er búið að greina þetta og það er fjöldi fyrirtækja sem að fara í mínus við þessar breytingar á veiðigjöldum. Nú, ef við skoðum aðeins bara samfélagsspor félagsins, bara hvað er ríkið að fá og hvað er hluthafar að fá og hvernig er þetta? Þegar menn tala að menn borgi ekki neitt og allt sem gefis. Mér finnst fólk ekki alveg hafa skilning á atvinnulífi þegar að tala með þessum hætti. En við erum að borga, samfélagsspor okkar aðlagað, þegar við erum búin að breyta þessum með nýju veiðigjöldum, þá erum við að breyta 2024 úr 9,5 milljarði í 11 milljarði, 1,5 milljarði. Og hvað þýðir þetta? Þannig að við erum að segja það að ríkissjóður ætlar að taka 11 milljarða út úr starfsemi félagsins, enga áhættu, hluthafarnir, hagnaðurinn verður 33 milljarðar, 4,5 milljarðar. Hvað er hagnaður? Það er innan við 10% af veltu. Nú, hagnaður er svo tala sem við höfum. Annars vegar sem hluthafar geta ákveðið til þess að greiða sér arð, til þess að fá upp í ávöxtuna sinni fjárfestingu sem er eðlilegt og nauðsynlegt í öllum atvinnurekstri, að hann geti skilað eigendum sínum arð, alveg eins og hann á að geta skilað launþegum sínum góðum launum. Og þá viljum við líka að starfsemi fyrirtækja geti skilað eigendum sínum arð. En í síldarvinnslunni hefur verið stuðst við það að borga 30% hagnaðar í arð og stundum neðar, en ekki oft farið yfir það. En hvert fær það hinn 70%? Það fyrir fjárfestingu. Og félagið eins og síldarvinnslan, þó svo að afskrifti sig 19 milljónir dollara, 2,5 milljarðar, og menn segja að þeir geti fjárfestir í afskriftina, það dugir ekki félagið eins og síldarvinnslunni til þess að endurnýja sig og þróast áfram. Við erum í fjárfestingaþörf, við erum að fjárfesta í. Við verðum ekki lengi með frystitogara frá 73. Það er ljóst að það er fjárfestingaþörf upp á 9 til 12 milljarða. Við þurfum að endurnýja ísfiskskip. Við þurfum að fjárfesta í nýrri tækni og framfæran í okkar vinnslu til að aðlaga hana að þörfum markaðarins. Ég myndi halda að við séum nær því að vera á milli svona 3,5 til 5 milljarða í fjárfestingaþörf en 2,5. Þannig að það er alveg hægt að setja þetta í samhengi við samfélagssporið og hvað er að koma út úr rekstrinum. Ég held að menn verði stundum að skoða heildarmyndina og hafa aðeins skilning á gangverki atvinnulífsins þegar menn tjá sig. Nú, til þess aðeins að fara nær í okkur í tölum, einfalt dæmi, við tókum kolmunnavertíðina, við veiðum 40.000 tonn kolmunna, við fáum verðmæti út úr henni 2.600 milljónir. Staðgreiðsla og tryggingagjald eru 250 milljónir frá starfsmönnum. Kolefnisgjald eru 120 milljónir á olíuna sem er notuð. Veiðigjald 175 milljónir. Alls eru þetta 545 milljónir sem renna til ríkissjóðs. 545. Nú, félagið sparaði vissulega 60 milljónir með því að taka olíu í Færeyjum, þannig að ríkið fékk ekki alveg þessar 545 milljónir. En að teknu til fjármagnskostnaðar og afskrifta sitja eftir 88 milljónir í íslenskum krónum í hagnað hjá félaginu. Ef við tökum bara afskriftir og fjármagnskostnað af bræðslunni og skipunum þremur sem voru að sinna henni.
Nú annað sem líka mjög umhugsunarvert fyrir okkur Íslendinga, af því að við erum stundum dálítið fjálglega með tölur og umræðuhefðin stundum ekki hliðhöll atvinnulífinu. Að orkukostnaður og aflagjöld, við höfum aðeins að gæta á okkur. Samkeppnishæfni Íslands ekkert að vera sterk. Við erum að horfa til dæmis núna bara á bræðslunni hjá okkur. Að bræðsla til í Danmörku sem að kaupa afla, meðal annars af íslenskum skipum. Hún með 100 milljón, hún var að nota 100 milljónir meira í orku og aflagjöld en við erum að nota. 100 milljónir minna sem að kosta þá. Þannig að þetta ekki, þannig að við erum líka að sjá það, ég fór í gegnum það á síðasta fundi, við erum að sjá ákveðna þróun í launakostnaði, orkukostnaði og gjöldum. Þannig að ég held að Íslendingar almennt vilja að það væri kannski eitthvað sem að stjórnvöld ætti að velta fyrir sér. Samkeppnishæfni okkar sem þjóðar og samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs í alþjóðlegri samkeppni. Og það líka umhugsunarefni því að nú þingmaður Norðausturkjördæmis með umræðu á Alþingi að setja vinnsluskyldu á Íslandi á fisk, þannig að það sé ekki hægt að flytja fisk til útlanda. En ég myndi líka biðja ágæta þingmann að skoða samkeppnishæfni íslenskra vinnslu. Af hverju geta vinnslur erlendis keypt fiskinn okkar en ekki við unnið en við bæjardyrum? Þannig ég held að þetta sé ekki bara spurning að setja skatta á skyldur og girðingar. Ég held að við þurfum líka bara að útbúa jarðveginn þannig að við getum rekið hér öflugan sjávarútveg og séum bara samkeppnishæf í þessu umhverfi sem við störfum, þessu alþjóðlega umhverfi. Nú aðeins annað dæmi sem ég reyndi að sett fram áður í minnisblaði sem ég birti í Kauphöllunum daginn áhrif veiðigjalda á útgerð á Síldarvinnsluna. Hérna settum við bara upp einfalt dæmi, þetta bara sviðsmynd 1, 2 og 3. Hérna tók ég bara áætlun fyrir Börk sem nýjasta uppsjávarskipið okkar, kostar nýtt í dag í smíðum 8,5 milljarð og sennilega það skip sem fiskar hvað mestan afla á Íslandi og með mest verðmæti. Við erum að reikna með að hann fiski fyrir 2.000 milljónir, 50 og við erum að reikna með að hann fiski 51.000 tonn. Nú, í sviðsmynd 1, þá erum við með veiðigjöldin í núverandi mynd sem gefur 18,4% framlegð upp að 371 milljón. Ef við skoðum sviðsmynd 2, þá það bara veiðigjöldin sett inn samkvæmt frumvarpi ráðherra sem að byggir reyndar á norskum verðum, til dæmis á makríl sem að við náum ekki einu sinni í útflutningsverðmæti afurða. Þannig ég átta mig ekki alveg á því en það bara eitthvað sem að hefur þurft mikið hugaflug í að finna þessa aðferðafræði upp og ekki einu sinni skoða neitt grundvöllur á bakvið hana, því miður, ekki vel gert. En þarna fyrir framleiðin í 1,1% eða 22 milljónir. Hver ætlar að kaupa skip fyrir 8,5 milljarð með 22 milljarða í 2 milljónir til þess að borga þeirra vexti og standa undir fjárfestingu. Þannig að sviðsmynd 3, þá það bara eins og skipið var á árinu 2024. Það að segja veiðigjöldin eins og þau voru. Þið sjáum náttúrulega bara á þessu hvað veiðigjöld hækkuðu mikið áramótin 2020 síðustu áramót. Það tvöfölduðust veiðigjöld á uppsjávarfiski hjá okkur. Og síðan náttúrulega ríkisstjórnin að tvöfölda þau aftur. Þannig að þetta auðvitað miklu meir en tvöföldun á veiðigjöldum sem að boða, sérstaklega uppsjávarfiski. Og þá verðum við með framlegð upp á 500 milljónir. En ef við skoðum þetta, af því að það þessi misskilningur að EBITDA mæli hagnað fyrirtækja og árangur, þá gleymist að fyrirtækin þegar EBITDA komin á eftir að nota EBITDA í að borga fjármagnskostnað, afskriftir og endurnýjun. Það væri svona bara 101 í fjármálalæsi að kenna það. Nú, við erum að miða við 50% lánsfjármögnun, 50% EIP og 6% meðalvöxtun. Þá myndi það gefa vaxtakostnað upp á 255 milljónir. Við erum að skoða bókhaldslega afskrift og hún upp á 280 milljónir. Þetta bara tölur sem að menn geta fengið endurskoðendur og alla fræðimenn til að reikna, þannig að þetta engin skáldskapur í þessu. Þannig að ef við sjáum það að sviðsmynd 1 að framleiða upp á 371 milljón, þá samt tap á fjárfestingum á 164 milljónir. Nú ef við sjáum sviðsmynd 2, sem að það nú alltaf tala en hún samt alveg að raungerast í því sem verið að boða núna, 22 milljónir, þá tap upp á 500 milljónir. Sviðsmynd 3,
þá er þetta þannig að þá erum við tap upp á 14 milljónir. Og þessu tapi það sjá það allir að það enginn að fara í fjárfestingar endurnýjun á skipastól, sem mjög brýnt, því að íslensku skipastól, það búið endurnýja dálítið uppsjávarskip, það komið eitthvað nýju skipum, en aldur okkar skipa á Íslandi ennþá ekki, við þurfum að vera með 2, 3, 4, 5 skip í byggingu á hverju ári til að ná utan það. Nú aðeins bara, einhver sagði við mig, veiðigjöld eftir félögum í samstæðan, þetta tek ég bara út útreikningum SFS, og síðan ég með útreikninga sem við erum með sjálf í innanhús, einhverja aukastafur, einhverja smátölur á milli, enda svo sem óljóst í frumvarpinu nákvæmlega hvernig þetta Ráðuneytið hefur ekki sjálft getað kannski sýnt fram á sína tölur og hefur ekki viljað afhenda okkur gögn til að sannreyna og samræma tölur. Þannig að þetta gert samkvæmt bestu vitneskju með því að lesa það sem frá ráðuneytinu hefur komið. En þetta þýðir að raungjaldið hjá Síldarvinnslunni 1318 milljónir. Okkar reikningar rauntölur sem við greiddum voru, það vantar afslátt inn í einhverjar 1270 milljónir. Nú ráðuneytið reiknar út að Síldarvinnslan samkvæmt því þá ættum við að fara í 2500 milljónir. Nú SFS reiknar út allt annað gjald eða 2900 milljónir. Og þarna alveg bagalegt að ráðuneytið skuli ekki viljað afhenda gögn á bak við sínar tölur. Og það sjá það náttúrulega allir heilvita menn og konur að við hljótum að geta sammælst það hvaða tölur við erum að vinna með. Þetta svona eins og að auðvitað getum við tekist á skatta og gjöld og það getur bara vel verið að það sé stefna þessara stjórnvalda. Við séum ekkert að hafa fjármagni til þess að endurnýja okkar skipastól. Það alveg búið að sýna fram á það í skýrslum sem Ragnar Árnason vann að ofur skattlagning getur skilað þær í tekjur til skamstíma. En að sama skapi þá mun slík skattlagning skerða samfélagsspor af íslensku sjávarútvegi til lengri tíma ef við náum ekki að endurnýja skipaflota og fylgjast með og halda samkeppnishæfni okkar á alþjóðlegum mörkuðum. Það einfaldlega að tapa allir og það búið að sýna fram á þetta. En ofur skattlagning getur vissulega skilað tekjum til skamstíma og mér sýnist svona það vera þangagangur hjá þeim sem að leggja þetta fram núna. Nú, ég ætla nú ekki að hafa þetta meira í bili veiðigjöld en ég ítreka að ég búinn að setja minnisblað inn í Kauphöllina sem ég hvet ykkur til að lesa. Ég búinn að skrifa 2 greinar á heimasíðuna og þannig að ef það einhverja frekari spurningar sem þið viljið fá þessa hluti þá getið þið sendt á okkur tölvupóst. En að þessu sögðu þá þakka ég bara fyrir. En einhverja spurningar? Nú, þið sem gáðu ykkur tíma til að hlusta, ég þakka ykkur fyrir að koma og sitja við skjáin einhvers staðar í heiminum. En auðvitað hefðu verið velkomin í sólina og blíðuna og yndissveitin í Neskaupstað en við gerum það bara næst. Takk.